Auðæfi hafsins fjallar íslenskan sjávarútveg, nánar tiltekið íslenska uppsjávariðnaðinn. Við ætlum að fjalla allt ferlið frá hafinu, veiðunum, vinnslunni, markaðssetningunni, sölunni og þetta til neytandans. Íslenskum fiskum má í grunninn skipta í tvo flokka, annars vegar botnfiska sem eins og orðið felur í sér, þá þeir nær botninum, halda sig þar en það eins og þorskur og ýsa, ofar í sjónum eða upp í sjónum eru síðan uppsjávarfiskar. Uppsjávarfiskar þeir ferðast töluvert í stórum torfum og eru minni heldur en botnfiskarnir. Þessar tegundir eru, við byrjuðum að veiða fyrst íslensku síldina. Þá fórum við að veiða loðnuna sem eins og sjá má töluvert minni en síldin, annars eru allir uppsjávarfiskarnir í þessari stærð. Síðan fórum við að veiða norsk-íslensku síldina sem eiginlega alveg eins og svo íslenska, hún stundur svolítið stærri en aðalmunurinn að hún heldur sér hluta úr ári við Noregsstrendur. Síðan fórum við að veiða kolmunan og að lokum fórum við að veiða þennan fallega fisk, nefnilega makrílinn árið 2006. Og það eru svona ákveðin einkenni við uppsjávarfiska umfram aðra fiska. Þeir eru yfirleitt, allan þeir sem eru hér á landi, eru frekar litlir. Þeir lifa allir á svifdýrum, pínulitlum krabbadýrum í sjónum sem eru svona stærri flugur eiginlega, mætti ég segja. Og þeir eru oft í gríðarlega stórum torfum. Þetta er ekki margar tegundir en þeir eru yfirleitt margir saman í gríðarlegu magni. Vegna þess að þeir eru ekkert bundnir hafsbotninum eins og botnfiskar, þá eru þeir oft göngu þeirra mjög miklar og óútreiknanlegar. Þeir ganga milli stórra hafsvæða og sumir þeirra eru hér á Ísland sumar og svo kannski sjást þeir ekki næsta. Þannig að það eru miklar sveiflur. Loðnan fer frá fæðustöðum sínum fyrir norðan Ísland, gengur með austfjörðum og svo suður fyrir land á hrygningarslóðir sínar og stundum gengur hún meira segja vestur við land. Íslenska síldin hefur í gegnum tíðina bæði verið við austan- og vestanvert Ísland en síðustu árin hefur hún hins vegar verið suðvestan við landið og hluta til við suðaustanvert landið. Norsk-íslenska síldin heldur sig við Noregsstrendur en gengur á Íslandsmið hluta úr ári. Kolmunin aðalega suðaustan við landið en veiðist einnig við Færeyjar og Írland. Síðast það makríllinn sem kemur á Íslandsmið við austanvert landið, fer með suðurströndinni og hefur síðustu ár farið alla leið í lögsögu Grænlands. Veiðitímabilum uppsjávartegunda má lýsa þannig að við byrjum strax eftir áramótin í janúar til mars að veiða loðnu. Síðan fyrir við að veiða kolmuna í apríl-maí. Yfir sumarmánuðina veiðum við makríl, júní, júlí og ágúst. Síðan fyrir við að veiða norsk-íslensku síldina í september og október og að lokum þá ljúkum við árinu með því að veiða íslensku síldina í nóvember og desember. Þetta fyrirkomulag í rauninni algjör snilld því að þá hægt að nýta bæði tól og tæki, mannskap, skip og verksmiðjur allt árið því að það væri tómt vesen eða þyrfti að veiða allar tegundir til dæmis bara í sama mánuðinum því þá stæði allt tómt eftir. Það ýmislegt sem getur þó komið upp á í uppsjávarvertíðunum og kannski svona það helsta sem flestir hafa áhyggjur af þegar að loðnuvertíð bregst. Það alltaf verið að spá í spilin í þessum bransa og þeir sem ég hef talað við segja í raun að það sé engin vertíð nákvæmlega eins og svo síðasta og það sé kannski einmitt þess vegna sem þetta sé svona spennandi allt saman. En það ýmislegt sem hefur áhrif á ferðalag uppsjávarfiska og einn stærsti áhrifavaldurinn hitastig sjávar og þess vegna mjög margir sem fylgjast spenntir með þróuninni á hitastiginu. Úr suðri kemur heitur Atlantsjór, úr norðri á milli Íslands og Grænlands kaldur pólsjór. Heiti og kaldi sjórinn blandast síðan saman við norðanvert Íslands og hafa þessar hitabreytingar mikil áhrif á fiskana. Sem sagt, samspil hita og kulda í sjónum okkar skiptir máli til að fylgjast með breytingunum og spá til framtíðina. Þar að segja, hvert fiskarnir séu líklegir til að fara næst. Jú, það þannig að þessi Atlantsjórinn sem kemur þarna sunnan frá að hann inniheldur meira af næringarefnum heldur en pólsjórinn. Þannig að það meiri framleiðni á íslenskum hafsvæðum þegar að Atlantsjórinn yfirgnæfandi. En aftur þegar að pólsjórinn nær yfir tökunum sem hann gerir nú aldrei fyrir sunnan og vestan land, það meira fyrir norðan og austan, að þá verður minni framleiðni á lífrænum efnum og þá verður lífríkið að sjálfsögðu líka minna. Það hefur alltaf skipst á svona hlý og köld tímabil hjá okkur
og við höfðum hérna hlýtt tímabil frá 1930 til 1960 og svo kom aftur kalt tímabil frá 1965 til 1995 og á undan þessu varu líka svona köld og hlýtt tímabil, þannig að ég held að það muni koma kalt tímabil aftur, en hvort það verður eftir 2 ár, 5 ár eða 10 ár eða 30 ár, það bara vitum við ekkert Rannsóknir á fiskum eru skiljanlega mikilvægt til þess að meta stærð fiskistofna. Það er að segja rannsaka hvað eru margir fiskar af hvaða tegund í sjónum á hverjum tíma. Út frá þessum rannsóknum eru síðan ákvarðanir teknar hvað við megum veiða mikið. Makríllinn er eiginlega nýbúinn á Íslandsmiðum en við fórum að veiða hann árið 2006. En af hverju í óskopunum kom hann hingað allt í einu? Fyrir 2006 var makríllinn bara í Noregshavinu, hann fór ekki vestur fyrir 10. breiddargráðu, en síðan 2006 þá hefur hann bara farið frá því að vera kannski frá Færeyjum til austurstrandar Grænlands, þetta eru næstu 2000 kílómetrar og það bendir mikið til þess að helstu niðurstöður séu að hluta til stofnstærð. Stofnstærð makríls hefur tvöfaldast á þessu tímabili og það er bara vel þekkt frá öðrum stofnum í öðrum vistkerfum að þegar stofninn stækkar svona mikið þá þurfa það meira pláss, þetta er bara alveg sem mannfólki sko. Fleira fólk stærra herbyggi, þá fyrir partíðin í eldhús. Syngjandi sæll og glaður til síldveiða nú ég höld. Það gaman á Grímseyjarsundi við glampandi kvöldsólaröld. Þegar hækkar í lest og hleðst mitt skip við hávana fleiri og fleiri. Svo landa ég síldinni sitt á hvað á Dalvík og Dagverðareyri. Til þess að skilja nútíðina og spá aðeins fyrir framtíðina þá getur stundum verið svolítið gott að skoða fortíðina. Við vitum líklega flest af því að það var síldarævintýri á Íslandi en þeir sem að muna sjálfur eftir því minnast þess oft með bros á vör og glampa í augum og roða í kinnum með minningum örugglega ástir og dansa og skemmtun. Enda uppgangurinn alveg ótrúlegur. Það var verið að vinna síld víða land en ég held að sé óhætt að segja að uppgangurinn hafi verið mestur á Siglufirði. Á dunandi balli við dillandi spil og dansana fleiri og fleiri. Við getum sagt að síldarævintýri okkar Siglfirðinga hafi átt upptök sín árið 1903 þegar að Norðmenn komu og lönduðu síld hér í fyrsta skipti í upphafi júlímánaðar. Yfir sumartímann getum við sagt að hafi verið hérna svona 10 til 12.000 tímabundnir íbúar, þá verka fólk, síldarstúlkur, verksmiðjustarfsmenn, starfsmenn á bryggjunum og sjómenn. Hér var kvikmyndahús og yfirleitt 5 sýningar á dag og fólk talar að oftar en ekki hafa verið uppselt á þær allar. Hér voru ballhús, krár og knæpur, bryggjuböll, þannig að það þurfti nú ekki endilega alltaf hús fyrir böllin, heldur var dregin upp harmonika á bryggjunni og dansað og sungið og gert sig glaðan dag. Þannig að Siglufjörður í rauninni á þessum tíma hafði allt til brunns að bera og var að þeim ástæðum oft líkt við evrópska stórborg. En síldin gaf og svona misvel, stundum mjög vel og stundum alls ekki vel eða jafnvel illa. Þannig að það voru góð síldarsumur og slæm. Eftir 1960 fer verulega hallandan fæti hjá okkur hér fyrir norðan. Það þarf að fara lengra austur og sækja síldina og þetta verður allt svona eitthvað erfiðara í vöfum og stór hluti síldarinnar fer þá fyrst og fremst í bræðslu. Svo árið 1966 gerist það að síldin gefur okkur Íslendingum 44% þjóðarteknanna sem náttúrulega gríðarlega mikið og kannski gaf fólki von áframhaldandi ævintýri og breytingar eða viðsnúning. Þannig að það var auðvitað mjög mikið áfall fyrir Siglfirðinga og fyrir landsmenn alla þegar að ævintýrinu formlega lauk árið 1969. Það sé erfitt fyrir okkur sem tókum ekki þátt í síldarævintýrinu að skilja til fulls hvers konar áfall þetta var að síldin hvarf. Og kannski svolítið snjallt að setja það í samhengi við eitthvað sem við þekkjum í dag. Við erum stödd í hvirfilbyl erlendra ferðamanna. Ímyndum okkur bara að eftir ár þá myndum við bara hætta að koma og það væri bara ekki einn einasti túristi á Íslandi. Og eftir stæðu bara tómar flugvélar og tómar rútur og tóm hótel og atvinnuleysi. Þetta var í grunninn það sem gerðist þegar síldin hvarf. En af hverju gerðist þetta?
Það er talað svona í rauninni 2 megin ástæður, annars vegar breyting á hitastigi sjávar og hins vegar ábyrgðin sem liggur hjá okkur mönnunum. Íslendingar, Norðmenn og Rússar og reyndar fleiri þjóðir, við höfum ofveitt síldina með þessum skelfilegu afleiðingum og ástæðan fyrir við fórum að ofveiða hana var vegna þess að við hreinlega lærðum að veiða meira. Fiskleitatæki, við farum að nota öflugri veiðarfæri. Þá eykst afli alveg gríðarlega mikið. Hann alveg skýst upp úr öllu valdi, það verður mörg 100.000 tonn á ári. Þá hrýnur allt saman og smám saman tekur þá loðna við. Á þessum tíma þá vorum við bara að veiða eina uppsjávartegund sem var síldin, svo hrýnur hún og við farum að veiða loðnina og lengi vel í 30 ár þá er loðnan eina uppsjávarfisktegundin sem við erum að veiða. Á síldarárunum þá var í rauninni ekkert fiskveiðistjórnunarkerfi. Hann mátti bara hver sem veiða það sem hann vildi þegar hann vildi og það var ekki einu sinni samtal þjóða á milli sameiginlega stofna. Og þegar mennirnir voru farnir að læra að veiða svona brjálæðislega mikið þá sagði náttúran einfaldlega stopp og það var nokkuð ljóst að eitthvað þurfti að gera. Það var þörf til þess að draga saman til þess að koma í veg fyrir ofveiði. Kvótakerfi hefur verið að þróast á Íslandi núna vel í 40-50 ár ef við tökum síldveiðina með sem upphafið. Og það er talað heildarkvóta, það er talað kvóta per skip, það er talað sóknarkvóta og svo framvegis. Í okkar daglegu umræðu, þegar við tölum kvótakerfið, þá erum við að tala núverandi kerfi. Kerfi sem er búið að þróast síðan 1984 og þá aðalega í botnfiskveiðum. En í sem allra styðstu máli að þá er kvótakerfi leið til þess að deila takmarkaðri auðlind á tiltekinn hóp sem að nýtir þá auðlind. Þetta er leið til þess að koma í veg fyrir að það sé of margir að nýta auðlindina. Í raun og veru eru markmiðin ekki fjölbreytt fyrir kvótakerfið eins og það er sett upp í dag. Við viljum ná 2 meginmarkmiðum. Við viljum ná fram líffræðilegum markmiðum að koma í veg fyrir ofveiði. Og það hefur tekist á síðustu áratugum, en það hefur íslensk fiskveiðistjórnun tryggt það að við höfum haft aðgengi að botnfiski á þessu tímabili. Og það eru hagfræðileg markmið, það er að segja að við viljum gera það á sem hagkvæmastan hátt. Það eru hins vegar alltaf félagslegi þættir líka, þannig að við getum raunverulega sagt að í umræðunni eru 3 konar markmið sem við erum að ræða Það er verið að ræða líffræðilegu markmiðin, það er verið að ræða hagfræðilegu markmiðin og það er verið að ræða samfélagslegu markmiðin. Og ef við ætlum að ná árangri á öllum þessum sviðum með einu kerfi, þá erum við eiginlega nokkurn veginn með það tryggt að það mun ekki takast. Við þurfum að beita réttum tólum á réttu markmiðin. Þannig getum við til dæmis sagt að ef markmiðið er að útdeila arðinum til samfélagsins, að þá verður arðurinn að vera til. Og til þess að arðurinn sé til, að þá verður að vera til einhvers konar stýring. Og okkar leið í dag er að vera með kvótakerfi sem stýrir kerfinu í hagkvæman hátt, þannig að við getum rætta hvað við viljum gera við arðinn. Því næst ætlum við að fjalla aðeins það sem hefur breyst frá því að íslenska kvótakerfi var sett á, en það er kannski best að taka það fram að íslenskir uppsjávarfiskar eru í rauninni nýttir með 2 konar hætti. Annars vegar er verið að framleiða mat fyrir fólk í fiskiðjum verum og hins vegar er verið að framleiða mjöl og lýsi sem nýttir sem hráefni í dýrafóður, meðal annars laxeldi og svínarækt. Það var sett á kvótakerfi 1981 í loðnuveiðum. Fyrir þann tíma höfðu verið frjálsar veiðar, þar sem skipin einfaldlega bara kepptu afla, það sem var í boði. Og meðan var hægt að veiða, en 81 er sem sett kvóti í loðnuveiðum og þá fær hvert skip ákveðna prósentu af því sem á veiða, það bil 2% voru flest skip, þetta voru 52 skip sem fengu aflaheimildir. Frá þessum tíma voru 52 skip, þá hefur skipum fækkað nánast helming. Fiskimjölsverksmiðjum hefur nánast fækkað helming á sama tíma, en á sama tíma hafa afköstin nánast tvöfaldast. En í upphafi voru þetta mest fjölskylduútgerðir sem voru í þessu, en voru 42 fjölskylduútgerðir, nokkur stórfyrirtæki með. Í dag er þetta 11 útgerðir sem standa eftir. En þetta gerist vegna þess að það er minnkandi afli. Það eru líka mikla tækniframfarir sem hafa voru orðið síðustu ára. Það er að segja vélbúnaður borð í skip og í verksmiðjurnar sem hefur gert því kleift að það er þetta tvöfalda afköstin.
Annað sem ýtti svolítið undir aukna samþjöppun var það að það voru frjálsar veiðar hér seinna eftir loðnu komu síld og kolmunni þar sem menn voru að keppa. Þessum tegundum var meira og minna úthlutað 2002-2001. Í framhaldinu minnka mjög mikið loðnuveiðar. Þær fara úr 600-800.000 tonnum árlega niður í 200-300.000 tonn sem auðvitað minnkar þær tekjur sem að skipin höfðu. Og þetta voru þessu fjölskylduútgerðir. Þannig að þær margar hverjar hættu og seldu til stærri fyrirtækja því þær höfðu ekki nægar aflaheimildir. Sem sagt skipum og verksmiðjum fækkaði helming á sama tíma og afköstin jukust. En það kannski eðlilegt að velta ég næst fyrir sér hvaða arði uppsjávarauðnaðurinn að skila. Ég giska á að við séum að framleiða eða flytja út uppsjávarfisk fyrir 200 milljónir króna á dag, svona yfirleitt á bilinu 60 til 80 milljarða ári. Og þetta farið að skipta mjög miklu máli í íslensku efnahagslífi og íslensku sjávarútvegi. Vægi uppsjávarauðnaðarins, uppsjávarútflutnings á loðnu, síld og makríl hefur margfaldast á síðustu árum, þrefaldast á 10 árum hefur útflutningsverðmætið. Og þetta farið að vera stærri og stærri hlutfalli af útflutningi íslenskra sjávarafurða. Kannski 1/4, jafnvel upp undir þriðjung í dag en var einu sinni kannski 10-15%. Eitt af því sem oft rætt fjöldi starfa og byggðasjónarmið. Fram til ársins 1994 voru einungis loðna og íslensk síld veidd hlutár ári við Ísland. Störf í uppsjávarauðnaði voru því sjaldnast heilsársstörf en skiluðu oft mikilli vinnu hlutár ári víða land. Mikil breyting hefur hins vegar orðið á síðustu ár. Makríll og norsk-íslenska síldin hafa lengt veiðitímabilin sem kallar á atvinnu stærsta hluta ársins. Þar að segja ef að loðnuvertíðin bregst ekki. En hvernig hefur þróunin verið hvað viðkemur fjölda starfa? Með stærri skipum þá fækkaði þeim helming. Og þar að leiðandi hafði þetta áhrif á störf. Við upphaf veiðana þegar þetta voru 52 skip, þá voru 12-13 menn hverju skipi, þannig að voru 700 manns sem höfðu atvinnu því að veiða loðnu. Í dag erum við 8-10 um borð í skipinu, 23-45 skip, þannig að þetta eru 200 manns, það eru 500 störf sem hafa farið. Þessi störf hafa bara mestu hluti farið vegna tækniframfara. En það sem svolítið kúnstugt við þetta, með flestan iðnað á Íslandi, þá virðist flest sogast á höfuðborgarsvæði. Uppsjávarveiðar eru öðruvísi. Þar var stærstu það byrja helmingur aflaheimilda í upphafi, var á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, en í dag hann nánast allur á Austfjörðum og Suðurlandi. Þannig að þetta einn af fáum innum eða atvinnugreinum sem þetta hefur, eða hlutum atvinnugreinum sem hefur færst frá höfuðborginni. Þá erum við búin að horfa aðeins tilbaka og fræðast kvótakerfið í uppsjávarveiðum. Það virðist virka ágætlega hvað varðar vernd náttúrunnar og skilar augljóslega töluverðum fjármunum í kassan. En það ljóst að störfum hefur fækkað með minni afla og með tækniframförum. Íslenska kvótakerfið hefur alla tíð verið umdeilt. Ef ég skilur sér deilu rétt á fjallaðir í grundvallaratriðum upphaflegu kvótaúthlutunina, eignarhald og framsal á kvóta, nýliðun í greininni, hvað hver að fá að veiða mikið, hvað hver að fá að græða mikið, hvað á að fara í ríkiskassan á þeirri forsendu að þjóðin eigi kvótan og svo lokum við þetta hvað eigi að gera við peningana sem í ríkiskassan kemur. Frá upphafi kvótakerfisins hefur fjöldi nefnda skilað skýrslum og umsögnum þessi deiluefni en pólitísk samstaða hefur ekki náðst á lokum og því enga veginn á færi okkar að fara dýpra í þetta efni. En hvernig virkar hins vegar þetta margumrædda kvótakerfi? Íslenska kvótakerfið virkar í rauninni þannig að auðlindaráðuneytið eða sjávarútvegsráðuneytið með 2 stofnanir undir sér, annars vegar Hafrannsóknastofnun og hins vegar Fiskistofu. Hafrannsóknastofnun ber ábyrgð á því að fylgjast með hafinu og fiskunum sem í því eru. Hafrannsóknastofnun sendir síðan sína ráðgjöf til sjávarútvegsráðherra hversu mikið megi veiða. Sjávarútvegsráðherra ber síðan ábyrgð og tekur endanlega ákvörðun kvótan. Þessa ákvörðun sína sendir hann síðan til Fiskistofu og það Fiskistofa sem að reiknar út hversu mikið hvert skip má veiða og gildir þessi kvótaúthlutun í 1 ár. Fiskistofa ber líka ábyrgð á því að fylgja þessu öllu saman eftir. Íslenska síldin eina uppsjávartegundin sem heldur sig alfarið innan íslensku efnahagslögsögunar. Öðrum stofnum deilum við með öðrum þjóðum og eru þeir því kallaðir deilistofnar. Hafrannsóknastofnun kemur þannig að úthlutun kvóta að við í raun erum ráðgjafarstofnun. Okkar hlutverk að finna út hversu margir fiskar í sjónum
með þeirri nákvæmni sem við getum. Við hins vegar erum ekki ákvarðanarvald, við veitum ráðherra og stjórnvöldum ráðgjöf hversu mörg tonn megi veiða í hverri tegund, annarkvort byggt á þeim aflareglum sem til staðar eru eða ef þær eru ekki þá byggt á skynsamlegustu nýtingunni til framtíðar. Við erum hins vegar með alla þá deilistofna sem við erum að vinna með í aflareglu, þannig að það okkar hlutverk einfalt og í sjálfu sér má segja að ef ráðherra hlustar á það sem við komum með og tekur tilliti þeirra aflaregla, þá þetta einfalt fyrir hann í sjálfu sér líka. Þegar við ræðum við fólk í uppsjávarriðnaðinum, hvort heldur sem það fræðufólk eða starfsfólk, þá verður þeim oft tíðrætt að það sé ekki til nægilegt fjármagn í rannsóknir. En hvernig þessu þá háttað? Það auðvitað þannig að þær rannsóknir sem við erum að stunda þegar kemur á uppsjávarfiski eru ansi dýrar. Við megum heldur ekki gleyma því að á undanförnum áratugum hafa verið að bætast við tegundir. Við sjáum 1995-6 þegar norsk-íslenska síldin fer að ganga aftur inn á Íslandsmið. Það krafðist þess á þeim tíma við þurftum að auka úthald. Við erum að sjá makrílinn koma inn núna síðasta áratuginn. Það kostar okkur mikið úthald skipa. Loðnan að breyta útbreiðslumynstur, síldin núna að breyta útbreiðslumynstur, þessi heimasíldin, sumargotssíldin. Þannig að allt þetta krefst þess að það þarf mikið úthald og já, það er ekki hægt að neita því að stofnunin hefur verið svelt í hvað fjármagn varðar til þess að fylgja eftir öllum þessum breytingum sem hafa orðið í lífríkinu og við erum með ótal hugmyndir að alls konar rannsóknir sem því miður náum ekki að fjármagna. Þegar kemur að ráðgjöfum aflamark og skorta á rannsóknum þá það skylda Hafrannsóknastofnunar að veita ráð byggt á þeirri óvissu sem er í gögnunum og ef að vegna skorts á rannsóknum að óvissan verður mikil þá getur það auðveldlega leitt til þess að ráðgjöfin verður varfærnari og þannig síðan getur við verið að tapa peningum eða við tapa verðmætum með því að sinna ekki rannsóknum á þessum grunnþáttum sem þarf til. Þegar Hafrannsóknastofnun hefur veitt sjávarútvegsráðherra sína ráðgjöf þá tekur ráðherra ákvörðun sem hann sendir síðan til Fiskistofu. Aðkoma Fiskistofu að úthlutun aflaheimilda fer þannig fram að við fáum reglugerð frá ráðuneytinu þar sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur ákveðið hvað veiða má úr hverri tegund. Og þegar við fáum þessa forskrift frá ráðherra þá deilum við því út á einstök skip á grundvelli afla hlutdeildar. Það að segja hvað svo stórt hlutfall viðkomandi skip á í þeirri tegund sem ræðir. Og þetta á við allar kvótasetta tegundir hér á Íslandi. Þegar það síðan búið að úthluta kvótanum þá tekur við starf útgerðarna, skipstjórana og sjómannana. Já, þetta nú, í öðrum tegundum loðnu þá höfum við alltaf ágætis fyrirvara og getum skipulagt okkur þó við vitum auðvitað ekki hvernig veðri verður, hvernig veiðin verður og kannski ekki hvernig markaðarnir koma til með að vera. En í loðnunni þá þetta bara einfaldlega má segja það að hver dagur eftir miðjan janúar þýðir í raun og veru að við höfum mist einn dag í skipulaginu og einn dag til að spila úr. Og það getur verið dýrt vegna þess að til dæmis með loðnuna þá er mesta lýsið í henni í byrjun janúar og svo minnkar það jafnt og þétt eftir því sem líður á vertíðina. Þannig að því fyrr sem við vitum hvernig úthlutunin verður og hver kvótinn verður, því betur getum við spilað, eða betri möguleika til að spila vel úr því. En satt að segja ef þetta væri ekki þessi spenna þá nú ekki víst að það væri neitt gaman, neitt ljómi yfir þessu. Það svona þegar að líður á janúarmánuð og engar fréttir á kvóta þá ekki bara við sem að stjórnum fyrirtækjunum eða starfsmennirnir eða eigendurnir sem erum að velta þessu fyrir okkur. Það bara bókstaflega allir sem koma að þessu og allir sem búa hér eða á Þórshöfn og í þessum plássum sem að velta þessu fyrir sér. Þannig að þetta svona á við Óskarsverðlaunaafhendingunni í Hollywood. Í þessum þætti þá höfum við fjallað hafið, hafstrauma, hita og kulda, göngur, uppsjávarfiska og kvótakerfið. Í næsta þætti þá komum við að því að tala veiðarnar og lífið borð í íslenskum uppsjávarskipum.